Vopnahlé milli Indlands og Pakistans sem samið var fyrr í dag virðist farið út þúfur eftir að sprenginga varð vart í Kasmír-héraði. Hléð varði því aðeins í örfáar klukkustundir. Biðlisti eftir hjúkrunarrými hefur tæplega tvöfaldast á síðustu 5 árum og hefur aldrei verið lengri. Framkvæmdastjóri Samtaka fyrirtækja í velferðarþjónustu segir brýnt að bregðast við stöðunni. Umfangsmikill gagnaþjófnaður úr kerfum sérstaks saksóknara verður til umræðu í stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd Alþingis á mánudag. Ríkissaksóknari vísaði málinu til lögreglu 23 dögum eftir að hafa fengið upplýsingar það. Þingmenn stjórnarandstöðunar kvörtuðu undan fjarveru atvinnuvegaráðherra þegar fyrstu umræðu veiðigjaldsfrumvarpið lauk á Alþingi í dag. Sjálfir voru þeir sakaðir málþóf. Og Kópavogsbær 70 ára og því var fagnað með risastóri afmælisköku í Smáralind. Bæjarstjórinn segir íbúana það besta við að búa í Kópavogi. Komið þið sæl. Vopnahlé milli Indlands og Pakistans virðist farið út þúfur eftir að Indlandsher sakaði Pakistan að rjúfa vopnahléð. Samningar tókust fyrr í dag eftir blóðug átök síðustu daga en nú undir kvöld fóru sprengingar að heyrast að nýju í hinu umdeilda Kasmír-héraði. Í morgun áður en vopnahléssamningar náðust gerðu bæði ríki árásir á hernaðarlega innviði hvors annars sem bar merki töluverða stigmögnun. Kveikjan að átökunum mannskæð hryðjuverkaárás í apríl þar sem á 3. tug Indverja voru drepnir. Utanríkisráðherra Indlands segir brot á vopnahlénu mjög alvarleg. The armed forces are giving an adequate and appropriate response to these violations and we take very, very serious notice of these violations. We call upon Pakistan to take appropriate steps to address these violations and deal with the situation with seriousness and responsibility. Tæplega 700 eru á biðlista eftir hjúkrunarrými og hafa aldrei verið fleiri. Framkvæmdastjóri Samtaka fyrirtækja í velferðarþjónustu segir hluta af ástæðunni að ekki hafi verið nægilega skýrt innan stjórnsýslunnar hver bæri ábyrgð á uppbyggingunni. Skortur á hjúkrunarrýmum fyrir aldraða hefur verið viðvarandi í lengri tíma en á síðustu 5 árum hefur biðlisti tæplega tvöfaldast. Af þeim tæplega 700 sem á biðlista allt land eru 127 í svokölluðu biðrými sem tímabundið úrræði á spítala eða heilbrigðisstofnun þar til hægt að koma þeim í viðeigandi úrræði. Framkvæmdastjóri Samtaka fyrirtækja í velferðarþjónustu segir stöðuna óviðunandi. Og við á hjúkrunarheimilum finnum fyrir því að við erum að fá sífellt til okkar eldra fólk og veikara fólk og það mjög mikilvægt að vinna í því að byggja upp fleiri hjúkrunarrými á réttum stöðum og byggja upp viðeigandi úrræði fyrir þennan hópa af fólki. Tæplega 3000 hjúkrunarrými á landinu og 120 bætast við á þessu ári. Á næstu 3 árum ætla stjórnvöld að bæta við á 700 rýmum, tæplega 200 á ári. Þetta talsverð fjölgun frá fyrri árum, en til samanburðar var hjúkrunarrýmum fjölgað 40 á ári frá 2017 til 2024. Sigurjón segir þessa hægu uppbyggingu síðustu ár meðal ástæðna fyrir löngum biðlista. Þá sé þjóðin að eldast og þar af leiðandi fleiri hvert rými. Svo hefur kerfið í kringum uppbygginguna ekki verið nægilega gott. Það hefur ekki verið nægilega skýrt hver beri ábyrgð á uppbyggingunni og hefur verið mjög mikilvægt að laga það. Og núna uppi áform á vegum stjórnvalda að gera það og það mjög mikilvægt. Fyrstu 4 mánuði ársins biðu 677 manns eftir hjúkrunarrými. Staðan einna verst á höfuðborgarsvæðinu en þar bíða 382. Þá bíða 88 á Norðurlandi, 67 á Vesturlandi, 62 á Suðurnesjum, 51 á Suðurlandi, 14 á Austurlandi og 13 á Vestfjörðum. Biðlistar hafa tæplega tvöfaldast á síðustu 5 árum en til samanburðar biðu 377 eftir hjúkrunarrými árið 2020. Sigurjón segir mikilvægt að ríkisstjórnin standi við fyrirheit uppbyggingu hjúkrunarheimila.
Fyrir okkur hjúkrunarheimili heimili fólks og það mjög mikilvægt að fólk fái að verja þessum síðustu árum sínum á stað þar sem þau vilja búa, velja sér heimili og þar sem við getum þjónustað þau sem best. Af því að hjúkrunarheimili heimili fólks, við sem störfum á hjúkrunarheimilunum erum að vinna inn á heimili fólks. Þau eru ekki að búa inn á okkar vinnustað. Þannig mjög mikilvægt að fólk fái að vera þar sem það vill og þar sem við getum þjónustað þau eins og þau eiga skilið. Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd Alþingis ætlar að kanna hvort tilefni sé til frumkvæðis athugunar á umfangsmiklum gagnaþjófnaði úr kerfum sérstaks saksóknara og njósnum fyrir rúmum áratug. Varaformaður nefndarinnar segir málið grafalvarlegt. Það ekki gott þegar að hlutir í samfélaginu okkar koma upp og rýra traust og trúveruleika þegar það kemur að rétta vörslukerfin okkar og svona þessari stjórnskipan sem við stólum á. Þannig að það skiptir mjög miklu máli að leiða þetta mál til lykta. Þannig hyggst stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd á fundi sínum á mánudag reyna að kafa dýpra í hvort tilefni sé til aðgerða í tengslum við umfjöllun Kveiks og Kastljós fyrirtækið PPP í eigu fyrrverandi lögreglumannanna Jóns Óttars Ólafssonar og Guðmundar Hauks Gunnarssonar heitins gagnaþjófnað þess úr kerfum sérstaks saksóknara og njósnis. Það eru bara ýmsir fletir á þessu máli sem að ég held að sé allt í lagi að taka umræðu Nokkuð óalgengt þó að nefndin taki mál af þessum toga fyrir. 3 lögreglumenn sitja í nefndinni en einn þeirra, Grímur Grímsson, ætlar ekki að vera viðstaddur umræðuna. Finnst þér líklegt að þið munið finna einhvern flöt á þessu? Ég held að það veri bara komið ljós. Morgunblaðið greindi frá því í dag að Ólafur Þór Hauksson, sem þá var sérstakur saksóknari, hefði gert samning við PPP árið 2012 sérfræðiráðgjöf á sviði rannsókna, þar sem mennirnir 2 höfðu fullan aðgang að gögnum embættisins. Þetta eru mál sem að þeir hefðu unnið að í 2,5 ár og aðrir ekki mikið komið að þeim á meðan. Þannig að þess vegna þetta nauðsynlegt að hafa aðgang að vinnu þeirra til þess að reyna að koma þessum málum áfram. Ríkissaksóknari fól lögreglunni á Suðurlandi í gær að rannsaka gagnastuld og njósnir PPP. Héraðssaksóknari fékk gögn málsins frá Kveik 16. apríl og kom þeim sama dag til ríkissaksóknara. 23 dögum síðar var málið komið til rannsóknar hjá lögreglu en embættið býst þó ekki við að geta hafið vinnu við það fyrir en í næstu viku. Fyrstu umræðu veiðigjaldsfrumvarp atvinnuvegaráðherra lauk á Alþingi í dag. Stjórnarandstaðan gagnrýndi að ráðherra væri ekki viðstödd umræðuna. Boðað var til aukafundar á Alþingi í dag til að ljúka umræðinu sem var búin að standa í tæpar 30 klukkustundir þegar þingfundur hófst í morgun. Einungis þingmenn stjórnarandstöðunar voru á mælendaskrá. Við upphaf þingfundar gagnrýndu þeir að ráðherra væri ekki í salnum. Það mikilvægt í þessari stóru umræðu, einu stærsta máli kjörtímabilsins, að hér sé ráðherra staddur og ef hann kemst ekki að minnsta kosti sé staðgengill ráðherra hér til að hlusta á þessa umræðu. Ég finnst mjög súrt að hér situr engin ráðherra til að svara fyrir þetta stærsta mál ríkisstjórnarinnar. Stjórnarþingmenn sögðu hins vegar að stjórnarandstaðan væri vísvitandi að draga umræðan á langinn. Það út af fyrir sig rétt að ræðutími takmarkaður í fyrstu umræðu. En við vitum alveg hvað í gangi þegar að andsvaratími nýttur til hins ítrasta í öllum ræðum, aftur og aftur. Að meirihlutinn hafði einhvern veginn átt að sjá fyrir að þetta væri helsta baráttumál minnihlutans. Að stöðva þetta réttlætismál, að hægja á þessu réttlætismáli. Það kemur mjög óvart. Ekkert mál síðan ég byrjaði hérna. Fyrir 300 árum hefur fengið jafnmikla umfjöllun. Við skulum bara kalla hlutina þeim nöfnum sem þeir heita. Þetta málþóf og ekkert annað. Stjórnarandstaðan lagði fram tillögu að málinu yrði vísað til efnahags- og viðskiptanefndar að lokinni fyrstu umræðu í stað atvinnuveganefndar. Fljótlega eftir að sú tillaga var lögð fram drógu þingmenn stjórnarandstöðuna sig af mælendaskrá og hefði átt að koma til atkvæðagreiðslu í lok umræðu. Þeirri atkvæðagreiðslu var hins vegar frestað fram á mánudag. Frasapólitík þessarar ríkisstjórnar hæstvirtrar með miklum ólíkindum. Sanngirnis réttlætistal hljómar mjög mikið. Og mál það sem við ræðum hér víst leiðrétting þegar það augljóslega skatta að ræða. Leiðtogar helstu bandaþjóða Úkraínu komu saman í Kív í dag til að þrýsta á Pútín Rússlandsforseta að framlengja 3 daga vopnahlé í Úkraínu í 30 daga, algjörlega skilyrðislaust. Verði það ekki gert verða refsiaðgerðir gegn Rússum hertar til muna. Leiðtogarnir áttu símafund með Bandaríkjaforseta sem styður þessar tillögur.
Ми домовилися, що з понеділка, 12 травня, має розпочатися повне і безумовне припинення вогню щонайменше на 30 днів. Ми разом вимагаємо цього від Росії. Ми знаємо, що нас підтримують у цьому Сполучені Штати Америки. All of us here, together with the US, are calling Putin out. If he's serious about peace, then he has a chance to show it now. En cas de violation de ce cessez-le-feu, nous sommes agrès que des sanctions massives. Wir stehen fest und bleiben fest an der Seite der Ukraine. I po raz pierwszy mieliśmy chyba poczucie od dłuższego czasu, że cały wolny świat jest naprawdę zjednoczony. I nie chodzi tu o slogany, tylko o decyzje, jakie podjęliśmy. Og meira þetta, Rússar verða mikil ógn fyrir Norðurlönd eftir 5-10 ár ef þeir vinna stríðið í Úkraínu. Þetta segir forstjóri varnarmálastofnunar Noregs. Ógnin stafi meðal annars af kjarnorku kafbátum á Kólaskaga og því sé nauðsyn fyrir Bandaríkjamenn að vinna með Norðurlöndum að vernd hafsvæða þar. Norðmenn lögðu nýlega fram sína fyrstu varnarmálastefnu. Jonas Gahr Støre forsætisráðherra sagði við það tækifæri að ástandið í öryggismálum hefði ekki verið jafn alvarlegt frá lokum seinni heimsstyrjaldarinnar. Prófessor hjá Varnarmálastofnun Noregs sem var í heimsókn hér á landi segir ástandið í öryggismálum megin skýringuna á stefnunni. Det trusler mot Norge, særlig fra Russland, men også fra Kina og andre aktører. Forgangsatriðin sé að styrkja borgaralegar varnir og herinn og vinna þétt með bandamönnum úr NATO, þar á meðal Bandaríkjunum. Þó nálgun nýra stjórnvalda þar sé önnur en áður, segir Bjerga að Bandaríkin hafi enn mikla hagsmuni af að vinna með Norðurlandaþjóðunum, þar á meðal Íslandi. Þeir vilji ekki að óvinna þjóðir taki yfir hafsvæði þar í kring og horfið þá til kjarnorkukafbáta á Kólaskaga. Og vi skal huske på det at selv om Russland svekket på grunn av krigen i Ukraina, så alle disse strategiske kjernefysiske kapasitetene på Kolahalvøya, de intakt, og de utgjør en kjempestor trussel mot hele den vestlige verden, ja, hele verden for øvrig. Öllu máli skipti að styðja Úkraínu til að koma í veg fyrir sigur Rússa. Sá sigur myndi leiða af sér erfiða stöðu. Da vil Russland veldig raskt kunne styrke seg økonomisk, demografisk på alle mulige måter, militært ikke minst. Og vi regner jo med at Russland da, hvis de vinner i Ukraina, i løpet av 5-10 år vil være en veldig stor trussel mot andre naboland, inkludert Norden. Bjerga telur að Ísland geti nýtt sér reynslu norðmanna í varnarmálum, enda sé margt líkt með þeim. Både Island og Norge har store land- og sjøområder og en ganske liten befolkning. Det betyr at alle må bidra til sikkerhet og forsvar, både for Norge og for Island. Så jeg tror den totalforsvarsdimensjonen veldig viktig også i et islandsk perspektiv. Það verið allt annað. 6 gönguleiðir í nágrenni Tálknafjarðar spruttu upp úr atvinnuleysi fyrrum Smaladrings. Hann segir umhverfisvernd fólgnaði því að þekkja landið sitt. Já, bölvanlegt að gera þessar tröppur hérna því að maður kunni ekki við að hreyfa við hólunum. Hólarnir heita í höfuðið á Einari Ben sem hugðist byggja þar höfn. Bændur söfnuðu grjóti fyrir framkvæmdina en þegar ekkert bólaði á greiðslum döguðu hólarnir uppi. Stígurinn að Einarshólum hluti af gönguleiðum sem Kristinn kallar bifröst. Á mánuðum þar sem ég var ekki í vinnu og þurfti að finna mér eitthvað fyrir stafni þá fór maður svona að færa til grjót og auðvelda leiðir á uppáhaldsstaðina sína fyrir aðra. Efnið í stígana fékk Kristinn annarkvort úr náttúrunni eða gefins. Stikurnar koma úr gamalli brú og afgangsmálning í öllum regnbogans litum kveikti hugmyndina að nafninu. Stöðunum kynntist Kristinn fyrst í smalamennsku á sínum yngri árum. Oft þegar maður að sitja fyrir þá finnur maður sér eitthvað góðan stað með fallegu útsýni og skjóli. Kristinn verður var við að ferðamenn dvelja lengur á Tálknafirði eftir að hafa gleymt sér í fjallgöngu. Ekkert endilega bara ferðamenn heldur, hér flutt mikið að nýju fólki sem kannski ekki kunnugt staðháttum og örnefni eru svolítið að hverfa úr daglegu tali fólks. Táknfirðingar hafa lagt Kristni til tæki, tól og hjálparhönd við verkið. Hann segist finna fyrir ánægju með verkefnið sem hvetji hann áfram. Áningarstaðir í skóginum hafa líka vakið lukku. Það komin 8 hengirum hér og þar í skógin og gangan þar þá ekki að vera mikið lengra en bara
koma og slappa af hér í smá stund. Kópavogsbær fagnar 70 ára afmæli helgina og að því tilefni var boðið upp á risastóra afmælisköku í Smáralind í dag. Fótboltasvæðið, sundlaugarnar og íbúarnir eru meðal þess sem Kópavogsbúum þykir best við bæinn sinn. Hátíðardagskrá hefur verið í Kópavogi helgina, en afmælisdagurinn er raunar á morgun en þann 11. maí 1955 fékk Kópavogur kaupstaðaréttindi. Þó að saga Kópavogs sé mun lengri hófst hröð uppbygging eftir seinni heimsstyrjöldina, þegar fjöldi fólks fluttist úr Reykjavík og byggði sér hús í úthverfunum. Mikil uppbygging varð í Kópavogi á skömmum tíma og núna eru íbúarnir orðnir 40.000 talsins. Afmælinu hefur verið fagnað víða bæinn og í dag var risastór afmæliskaka á boðstólnum í Smáralind. Bæjarstjórinn og bæjarfulltrúar skáru kökuna, samkór Kópavogs tók lagið og blöðrulistamenn skemmtu yngstu kynslóðinni. Þegar íbúar voru spurðir hvað væri best við að búa í Kópavogi stóð ekki á svörum. Örugglega bara vinirnir og félagsskapurinn. Já, vinirnir, skólinn og fótboltasvæðið. Fótboltasvæðið. Fótboltinn og vinir. Bara mjög skemmtilegt. Búið svo sentralt. Þetta miðbær höfuðborgarsvæðisins. Bara fara í svona sund. Þannig. Ég myndi segja að væri bara Kópavogsbúarnir sjálfir. Gott að búa í Kópavogi, sagði einhvern tímann. Förum í annað. Áhuga fólkum rallybíla og hvers konar trillitæki gerði sér glaðan dag á Korputorgi í Reykjavík í dag þar sem haldið var upp á að 50 ár eru liðin síðan fyrst var keppt í rally hér á landi. 50 bílar voru til sýnis, bæði nýir og gamlir og þar á meðal bílar frá fyrstu árum rallsins. Fyrsta rallkeppnin á Íslandi fór fram á hvítasunnudag árið 1975. Akureyringarnir Halldór Jónsson og Úlfar Hauksson unnu keppnina á Fiat 128 árgerð 1974. Uppistandarinn Ari Eldjárn segir það hraustleikamerki að geta gert grín að sjálfum sér. Hann nú að ljúka túr milli 14 borga á meginlandi Evrópu. Í gær var Ari í Antwerpen hérna í Belgíu frammi fyrir 250 manns. Þetta er ekki flókin sýning, einn maður með hljóðnema og 2 vatnsflöskur, en það þarf samt að gera hljóðpröfu, máta salin ef svo má segja og koma sér í gírinn. Klukkan 8 í gærkvöld voru allir mættir og kominn tími til að byrja. We're not calling it French fries anymore. I'm like, yeah, it's Belgian fries. No, Liberty fries. What the fuck? Ég held að í Evrópu þá sé það nú heilt yfir bara álitið mikið svona hraustleikamerki að geta gert grín að sjálfum sér. Mér er reyndar alltaf þótt bara að Evrópuþjóðir almennt gera mikið grín að sjálfum sér. Ég hef stundur lent í því að ég er að skemmta bandarískum hópum heima að þeir eiga til að vera svolítið svona, þeir finnst svolítið skrítið ef maður er að gera það sem heitir self-deprecating humor. Og þeir verða oft svona, bro, why you gotta talk yourself down like that? You gotta be, you should be proud, just like big up. Og það er þeirra, svona amerískur húmor held ég meira svona kassan út. Ég held að Evrópuþjóðirnar séu meira svona, já, við erum nú alveg ruglaðar, sko. Þetta er uppistandsferðalag sem hófst í mars. Það eru 14 evrópskar borgir á planinum. Rotterdam í kvöld, Amsterdam á morgun, London, Zürich og Aþena eftir það. Það er 10 ár síðan Ari fór að halda viðburði erlendis, en það byrjaði allt á árlegri grínhátíð í Edinborg í Skotlandi. Og þaðan kom ýmislegt, komast í sjónvarp, Netflix og núna þetta touring-dót sem er svona það sem ég er spenntastu fyrir. En mér langar samt bara að búa á Íslandi og í mínu tilfelli þá er ég aðra hverja viku heima og aðra hverja viku úti þegar þetta er svona. En þetta er skemmtilegt líf, það er sérstaklega eins og þú þekkir á meginlandinu, það er bara hægt að taka lest á milli landa hérna og tekur 1 klukkutíma að fara á milli landa. Skulum við kíkja á veðrið. Suðvestanátt á morgun, víða fremur hæg en kaldi eða stinningskaldi norðvestan til síðdegis. Skýjað og líkur á dálítilli vætu landið vestanvert en yfirleitt létt skýjað fyrir austan, hiti 5 til 12 stig.
Við förum nánar yfir horfur næstu daga að loknum íþróttafréttum. Valur í fínni stöðu í úrslitaviðureign Evrópubikars kvenna í handbolta eftir jafntefli í fyrri leiknum gegn Porrinho úti á Spáni í dag. Úrslitin ráðast að Hlíðarenda á laugardaginn kemur. Þetta bara mjög jákvætt. Ævintýri liðs vestra í bestu deild karla þetta vorið halda áfram. Liðið situr nú 1 á toppi deildarinnar eftir sigur á afturheldingu í dag. Í bestu deild kvenna allt í hnút með 3 lið efst eftir 5 leiki. Glímukóngur og glímudrottning Íslands voru krýnd í Reykjavík í dag þegar Íslandsglíman fór fram í 114. sinn. Og Ómar Ingi Magnússon segir það hafa verið ömurlegt að sitja heima meðan HM í handbolta var í janúar. Hann leiðir lið Íslands í lokaleik undankeppni EM gegn Georgíu á morgun. Maður finnir hvernig kannski fólkinu í stofu líður þegar leikurinn í gangi. Og áður við kveðjum skulum við rifja upp helstu atriði þessa fréttar. Vopnahlé milli Indlands og Pakistan sem samið var fyrir í dag virðist farið út þúfur eftir að sprenginga varð vart í Kasmír-héraði. Hléið varði því aðeins í örfáar klukkustundir. Biðlisti eftir hjúkrunarrými hefur tæplega tvöfaldast á síðustu 5 árum og hefur aldrei verið lengri. Framkvæmdastjóri Samtaka fyrirtækja í velferðarþjónustu segir brýnt að bregðast við stöðunni. Umfangsmikill gagnaþjófnaður úr kerfum sérstaks saksóknara verður til umræðu í stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd Alþingis á mánudag. Ríkissaksóknari vísaði málinu til lögreglu 23 dögum eftir að hafa fengið upplýsingar það. Þingmenn stjórnarandstöðunar kvörtuðu undan fjarveru atvinnuvegaráðherra þegar fyrstu umræðu veiðigjaldsfrumvarpið lauk á Alþingi í dag. Sjálfir voru þeir sakaðir málþóf. Og Kópavogsbær 70 ára og því var fagnað með risastóri afmælisköku í Smáralind. Bæjarstjórinn segir íbúana það besta við að búa í Kópavogi. Næstu fréttir verða sagðar í útvarpi klukkan 10 í kvöld og vefurinn rúv.is uppfærður allan sólarhringinn. En við kveðjum að sinni, verið þið sæl. Á RÚV í kvöld. Já, ég ætla að bæta þetta tveimur. Þetta var 2013, sko. Já, við munum komast að því í þessum þætti. Hvers vegna? Við erum svo langt þegar ég búið síðast. Alla leið, ómissandi upphittun fyrir Eurovision. Farið yfir öll lögin í keppninni í ár, þau í veginn og metin og reynt að spá fyrir gengið þeirra. Ávallt nærri, Nowhere Special. Sannsöguleg bresk kvikmynd frá 2020 einstæðan föður sem greinist með krabbamein og á aðeins nokkra mánuði eftir ólifaða. Týnda dóttirinn, The Lost Daughter. Leta verður hugfangin af ungri móður og dótturinnar þar sem hún í fríi á grískri strönd. Einlægt samband mægnanna vekur upp erfiðar tilfinningar og Leta neyðist til að horfast í augu við ákvarðanir sem hún tók sem ung móðir.